Velkomin í Biblían á mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Við erum að læra úr Biblíunni, ritningunni, reyna að lesa hana og skilja hana. Já, eins skiljanlegu máli eins og hægt er. Það er margt sem er hægt að fara í og margt sem að við þess vegna þurfum að sleppa því annars myndi að taka okkur allt og langan tíma. Þannig við förum yfir svona kjarna, yfir aðalatrið, yfir frásöguna og grípum niður kannski dýpra hér og þar. Ég hef fengið ábendingar og óskir það frá fólki að kannski að taka meiri tíma og fara enn dýpra inn í okkur ákveðna hluti og þó að svo að tíminn hafi ekki gefið okkur ekki sem mikið svigrúm núna í tímanum til að gera það, að þá kannski kemur að því og ég er svona að skoða það hvernig við getum útfært það betur því að svo vissulega eru svo mikið af góðum og fallegum hlutum sem er hægt til að kafa í, svo mikið af perlum, svo mikið fjársjóður sem er til staðar þarna í ritningunni í Biblíunni sem væri þess verið að kafa vel í og sem dæmi bara, og ég hef nefnt áður, ég ætla að nefna það núna, að allt í Biblíunni, bæði í Gamla testamentinu og hinu nýja, þar er þetta að sjá hlutina í líkingum, í dæmisögum. Þetta er allt, og allt hefur þetta samsvörun í hinu náttúrulega. Fyrst í hinu náttúrulega, svo í hinu andlega, það sem við upplifum í hinu náttúrulega, munum við upplifa í hinu andlega líka og fyrirmyndin á öllu á jarðríkinni er í himninum, í hjarta huga Guðs og þar er bara einn hjartsláttur, kærleikur hans. Kærleikurinn, elskan, ástin er það sem að blífur hjá honum og það er það sem hann vill leiða allt mannkynið inn í og okkur öll inn í þetta dásamlega líf sem að hans kærleikur er. En þetta er hluti sem að við þurfum að taka meiri tíma til að kafa í kannski og skoðum það betur. En núna erum við á ferðalaginu eftir upprisuna, við skoðum hans líf Jesú Kristi í Markúsarguðspjalli, dauðans og upprisu og síðasta þætti segi ég, þá fór ég aðeins í svona bakgrunnin, hvað er að gerast, hvernig er staðan í rómverska heimsveldinu á þessum tíma, inn í hvaða umhverfi er Kristi fólk að koma. Og Lúkas nokkur skrifaði postulasöguna það sem hann greinir frá fyrstu árunum og fyrstu tímabilinu í sögu kirkjunar hér á jörð og við erum einmitt á leiðinni þangað núna í dag. Ég ætla aðeins samt fyrst að grípa niður í Jóhannesar guðspjalli í 20. kafla frá 19. versi segir svona: kvöldið þennan fyrsta dag vikunar, þetta er sem sagt sunnudagurinn þegar Jesús Kristur reis frá dauðum og gröfin var tóm, konurnar höfðu komið út á gröfinni og hann var upprisinn. Þetta er sá dagur að kvöldi kominn. Kvöldið þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman, eru allir samankomnir í húsi í Jerúsalem og höfðu læst dyrum af ótta við gyðingana. Þeir voru hræddir. Jesús var farin úr gröfinni, þeir vissi ekki hvað Rómverjarnir myndu gera og hvað gyðingarnir myndu biðja Rómverjunum að gera og svo framvegis. Þeir óttuðust stöðuna. Þetta var ekki eins og þeir höfðu búist við. Það bjóst enginn við því að Jesús myndi deyja og nú var hann allt í einu horfinn úr gröfinni. Þeir höfðu hitt hann hefði birst þeim. Vá, hvað er í gangi hér á þessari jörð? Þetta er sko ekki það sem við áttum von á. Þá kemur Jesús og stendur mitt á meðal þeirra, segir hér og sagði þá við þá: friður sé með ykkur. Og þegar hann hefði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu og lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu drottinn. Bara til að róa þá hópinn lærisveinarna, þá segir hann, þarna voru bæði karlar og konur, og segir hann: sjáiði, þetta er ég. Hér eru stungusárin, hér eru naglaförin, þetta er ég. Og þeir urðu glaðir. Þá sagði Jesús aftur við þá: friður sé með ykkur. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég ykkur.
Og hann hafði þetta mælt eða þetta sagt, andaði hann á þá og sagði, meðtakið heilagan anda. Munið þið hvernig Guð blés lífsanda í sköpunarsögunni inn í mannin, inn í mannkynið, inn fyrsta mann. Hann skapaði mannkynið, hann blés sínum lífsanda inn í það. Hér sjáum við aðra mynd, það eitthvað nýtt að gerast, það nýr hópur að vera til, ný tegund af fólki faktist að vera til. Fólk sem hafði anda Guðs innan með sér og alveg sérstaka mátu og hann segir, meðtakið anda, heilagan anda. Meðtakið hann hér og nú og hann andar á þá, svipaði alveg svo Guð skaparinn andaði inn í mannkynið. Þetta allt tákrænt, þetta allt það sem að Jesús að gefa þeim núna kraft og líf til hvers? Til að halda áfram því verki sem hann kom til að gera, rétt eins og Faðirinn sendi Jesús á jörðina, sendir Jesús núna lærisveina sína, kirkjuna, til þess að halda verkinu áfram. Nú býr andi Krists innra með þeim, innra með lærisveinunum. Rétt eins og Guð Faðirinn bjó í Kristi, muniði hann sagði, ég og Faðirinn erum eitt. Hann í mér, ég í honum. Eins Guðs fólk núna í mér og ég í þeim. Ný sköpun á jörð var nú hafin. Og Kristur Jesús, eins og ég hef sagt og nefnt áður og hefur komið mikið fram í þáttum okkar, sérstaklega við páskana, hann frumburðurinn, hann sá fyrsti í mannkyninu sem verður á þennan máta með andlegan líkama, með anda Guðs innan með sér. Hann fæðir af sér alla þá sem eftir koma, lærisveinana, kirkjuna, þig og mig, mannkynið. Menning, getum við sagt, himinsins sem að Kristur kom með til að kynna á jarðríki hefur núna tekt anga sína inn í mannkynið. Það ný öld framundan, nýr tími, nýr hlutir, ný sýn, nýr skilningur. Jesús dvelur ennþá í mannheimum, núna í kirkjunni sinni, í anda sínum. Og svona var hann á meðal þeirra upprisinn í 40 daga og birtist af og til. Það talið hann hafi birst og þú tekur það saman þessum frásögurnar þá hann hafi birst 500 manns, 500 lærisveinum sínum í einu. Og hvert sem hann birtist, þá bara eitt á hjartans. Hann talaði ríki Guðs. Og þá birtist, þarna kjarnast þrá Guðs með þig og mig, með mannkynið. Hann vill að allt fólk, allir menn, allar konur, öll börn, allir einstaklingar fá að læra og þekkja hans kærleika, lifa hamingjusömu, fallegu, heilbrigðu, góðu, kærleiksríku lífi. Þetta markmið Guðs. Hann vill fá þig og mig í þetta samfélag sitt. Hann alltaf bara góður, hann ekki vondur Guð. Sumir vilja mála hann grimman og reiðan, en það vegna þeir skilja ekki hvað Biblían raun og veru kennir okkur og hvernig hún kennir okkur eðli Guðs og okkur menninni fá að læra það á sinn máta og þú og ég erum enn að læra það, við erum ekkert fullnuma, við erum enn að læra. Þó við vitum kannski eitthvað meira Guð eða okkur finnst það allavega heldur en einhver annar á fyrri öldum eða einhver sem skrifaði eitthvað sem við skiljum ekki, þá við erum enn að læra. Við erum ekki, enginn okkar fullnuma, enginn. Og þá erum við að detta inn í postulasöguna. Postulasagan beint framhald af Lúkasar guðspjalli. Það læknirinn Lúkas sem skrifar postulasöguna og postulasagan greinir frá upphafi og fyrstu árum í kirkjunar hér á jörð, þess að framhald sem ég var að vitna í áðan, þegar Jesús segir, nú sendi ég ykkur. Til hvers? Til að boða Guðs ríkið, til þess að halda áfram verkinu sem ég byrjaði. Það var eini tilgangur með þeim. Og Lúkas, hann til dæmis, hann slóst í för með Páli postula og hann var læknismenntaður og hann sinnti
Páli sem læknir, vegna þess að Páll gekk í gegnum ýmsa þrautir og erfiðleika, bæði svona líkamlega krampleika og hann lenti í pyndingum og hann þurfti hjúkrun annars slagið, og það er talið líklegt og það er eiginlega greint frá því að Lúkas, hann sinnir því, og þetta var mjög erfið ferðalög. Þið getið rétt ímyndað ykkur að ferðast Mið-Austurlöndin á þessum tíma inn í þeim kringumstæðum sem ég var að lýsa á í síðasta þætti okkar, hvernig ástandið var í rómverska heimsveldinu. Og hann skrifar strax í fyrsta versinu fyrri sögu mína Þeófílus, samdi ég allt sem Jesús gerði. Þar hann að vísa til Lúkasar Guðspjallsins. Allt til þess dags en hann var uppnuminn. Áður hafði hann gefið postulunum sem hann hafði valið með heilugum anda fyrirmæli sín. Það voru fyrirmælin sem vorum að vísa til áðan. Þeófílus, þetta er svolítið skemmtilegt nafn, þetta er fallegt nafn, þetta þýðir elskandi Guðs, sá sem elskar Guð. Þeó, Guð, Fílus, ást, sá sem elskar Guð. Sumir álíta þessi Þeófílus sem þarna vísa til hafi verið meistari og lærimeistari Lúkasar og hafði leyst hann undan starfinu sem læknir til þess að fara í trúboðsferðir með Páli. Hann hafði tekið trú, eignast trúna og hann vildi sinna því en hann var starfandi læknir og þá svona spurningu hvort að Þeófílus þessi sem hann skrifaði fyrir þarna sé hans lærimeistari sem segir, heyrðu, þú mátt fara, ég lesið undan þessu, og þannig segja hann frá því hvað hann var að gera. Þetta er allavega virðist margt benda til þess. Þetta er fallegt, svo getur hann líka sjáðu til. Fyrir sögu mína Þeófílus, þú elskandi Guðs, þú sem elskar Guð. Leiðu þetta er svona eins og ég greindi frá því áðan, þá er þetta líka skrifið til þín. Ef að þú elskar Guð, ef ég elskar Guð, allir þeir sem elskar Guð, þetta er skrifað til þín til að segja þér hvað er að gerast og hvað gerðist á þessum tíma. Og þetta, eins og ég nefndi, kannski 64, 65 eftir Krist er postulassagan skrifuð. Og tilgangurinn að halda áfram það sem frá var horfið í Lúkasar Guðspjalli, að segja frá ævintýrinu, sögunni, lífinu með Jesú Kristi, fyrst þegar hann var á jörð, síðan það deyr, rís frá dauðum og núna eftir hann er upprisinn til himna, að hér er sagan. Svona hélt þetta allt áfram til að byrja með. Og þarna allir var gripið niður. Ég er búin að lesa fyrstu versin og við ætlum að halda áfram hérna. Ef við sjáum strax í 3. versi, ég ætla ekki að lesa hvert einasta versi, það einfaldlega tekur mikið tíma, ég ætla að grípa niður í nokkuð vers. 3. versi, þar segir hann að hann, Jesús, hann birtist þeim eftir dauða sinn og sýndi þeim með órækum sönnunum að hann lifði. Hann lét þá sjá sig í 40 daga og talaði Guðsríkið. Við vorum að vísa til þessari hluta áðan. Jesús neytti matar með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir því sem faðirinn gaf fyrirheit og þegar við heyrt mig tala Hér er margt sem ég getur staldra við og ég verð eiginlega bara staldra við pínlítið af því. Fyrsta lagi segir hann birtist þeim eftir dauða sinn og sýndi þeim órækum sönnunum. Það hafa margir í gegnum tíðina efast og margir enn sem efast upprisu Jesú Krists. Sumir efast meira sem hann hafi nóttu verið til og það er eitthvað sem ég mun sennilega bara seint skilja, en ég skil ef að menn efast upprisuna. Ég skil það. En þarna segir hann með órækum sönnunum. Hann sýndi þeim, talaðu, þetta var bara venjulegt fólk. Það þurfti þvílíka snilli til að skáta þetta allt upp og búa þetta til. Og Pétur segir til þess einu stað í síðara bréfinu sínu, síðara Pétursbréfi, það segir hann í fyrsta kaflanum, ég notaði ekki upp spunnar skröksögur þegar ég sagði ykkur frá því, þegar ég kunngir ykkur mátt og komu drottins frá Jesú Krist. Ég var ekki búin eitt til.
Þetta voru ekki einhverjar skröksögur. Þetta var alvöru, segir Pétur. Og hann tekur hérna undir með Lúkasi. Og svo segir hann birtist þeim í 40, hann var með órækursönnunum 40 daga. Og svo það sem við lásum áðan úr Jóhannesar Guðspjalli. Þegar Jesús neytti matar með þeim, bítum við. Nú verðum við að fá okkur kaffisopa. Á hverju það eitthvað sérstakt? Ég meina, hann var oft búinn að borða með þeim. Já, en hann var þarna upprisinn. Og muniði, hann reis ekki upp frá dauða bara eins og við endurlífgum einhvern sem að hefur mist lífið eða drukknaði í sundlu eða vatni hér á jörð og fær endurlífgun eða fær hjartaáfall og deyr og endurlífgun. Nei, hann var ekki hnoðaður til lífs. Hann reis ekki upp eins og Lazarus úr gröfinni í gamla líkamanum. Biblían algjörlega skýr á því að hann reis upp í dýrðarlíkama. Hann reis, þetta var upprisu líkami sem að meðal annars sýndi sig á því að hann fór inn og út úr himnesku og jarðnesku víddinni. Hann hvarf allt í einu sjónum. Veitu, hvert fór hann? Hvað? Svo kom hann allt í einu. Veitu, hvaðan kom hann? Hann var í báðum víddum. Hann gekk í gegnum dyr, hurð. Sko, ég veistu það, þarna skil ég svo mjög vel ef fólk sé, býtu, þetta meiri þvælan. En er það svo? Er það ekki einmitt þetta sem jafnvel þess hörðustu vísindasinnar og trúarinnar menn á vísindi frekar en Guð verða að horfast í augu við að jafnvel vísindin núna að byrja að sýna fram á að það er eitthvað þarna sem að hinn klassísku vísindi síðustu áratugu alda ekki að útskýra fyrir okkur. Skammtafræðin, quantum physics, allt orka. Orka breytist ekki í efni og hættir að vera orka og verður svo aftur orka ef það breytist í efni orka. Þetta var okkur kent. Ég læri þetta allavega. Nei, það allt bara orka. Og ef að tíðni líkamans, mólekúla og atóma og smæstu eininga orkunar í sömu tíðni og hurðin, þá getur það farið í gegn. Það bara að renna saman. Þetta allt til. Þetta vita vísindin. Við sem að bara segjum, nei, þetta getur ekki verið, Guður ekki til, við kannski þetta spooky, þetta eitthvað skrítið. En þetta nákvæmlega sem þeir lýsa. Og þá spyr ég, hvernig ósköpunum hefðu menn á þessum tíma, hefðu hlustið aftur á þáttinn síðast, ástandi og stöðunni í Rómaveldi, hvernig gat fólk á þessum tíma skilið þetta, kannski skildur ekki, en hvernig gátu greint frá því ef þetta var bara þvæla. Það þurfti mikinn skáldskap til að búa þetta til, mikinn skáldskap. En þetta eitthvað sem í dag sýnir sig, já, býtum við, þetta kannski hægt. Þetta hægt. Og hann sýndi þið með naglaförin. En það sem ég ætla að sérstaklega minnast á að hann borðaði með þeim. Þráttur að vera með dýrðarlíkama og þennan líkama upprisu líkama sem að hann síðan komað og eftir stígur upp í og fer til himna í og borðaði hann. Úlla, stopp, hvað í gangi? Það eina sem ég get sagt núna, og ég mun sennilega koma því einn daginn, eina sem ég get sagt núna að bara þessi staðreynd segir okkur alveg helling. Lífið hinum megin. Bara það að hann neytti matar með þeim þarna. Það segir okkur að í dýrðarlíkamanum eitthvað hinum megin. Þegar við förum yfir, lífið heldur áfram. Lífið heldur bara áfram. Bara í annarri vídd, á annan máta. En það ekki það að nú dey ég og já, kannski verði ég engill og ég fæ svona hvíta vangi og svo sest ég á skýin og spila á hörpu. Og þar verði ég eilífð að spila á hörpu fyrir Guð. Þetta myndir sem hafa verið dregnar upp
sem byggja ekki á neinu í Biblíunni. Nú ef ég var ekki nógu góður eða ég vogaði mér að trúa ekki á Guð, þá náttúrulega fer ég bara til helvítis og þar ég bara einhverju brennandi dýki og víti og kvelst eilífð hjá og fæ svarta vængi. Það heldur ekki í Biblíunni, hvergi. Hvernig fáum við þessa hugmyndir? Við fáum þær vegna þess að við erum að reyna að lesa í eitthvað hinum megin. Við erum að reyna að lesa í það hvað gerist hér á jörð. Ef ég góður, ef ég fallegur, ef ég stend mig vel, ef ég elska, þá hlýtur að vera eitthvað gott sem bíður mín hinum megin. Ef ég vondur og illur, þá eitthvað vond sem bíður mín hinum megin. Því það réttlæti. Við erum réttlætisverur, svo við erum að sjá þetta fyrir okkur. Þess vegna það svo mikilvægt. Og nú ætlum ég bara að segja það aftur. Biblían algjörlega einstök bók. Í henni kóði að öllu lífinu. Öll lífsgátan, svör við lífsgátunni að finna á einn eða annan máta í Biblíunni. Hún getur verið tyrfin, fórum í það strax í byrjun þessara þáttaraðar. Þess vegna erum við að reyna að útskýra þetta á svona einfaldari máta. Af því að hvernig á ég að skilja þetta? Ég mun fara með fleiri dæmisögur sem að menn reyna að túlka og sjá hvað það að segja okkur í samhenginu. Muniði, það bara eitt þráður, eitt aðalatriði, Guði kærleikur og hans vilji að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á honum. Vandamálið, ekki vandamál Guðs, vandamál okkar okkur gefum frjáls vilji. Við höfum frjálsan vilja til að velja og hafna, segja já eða nei. Ekki bara við Guð, heldur við allt í lífinu. Og þar steytum við oft á steini. Allt þetta hulið og falið í nú þetta mér bara í hug þegar ég var að segja þetta sko. Og ég ætla kannski að gera það ekki núna en eftir kannski 2-3 þætti sjá til með sólina. Allt að jörð, allt á sér samsvörun, allt í þenni veröld sem við þekkjum á sér samsvörun og hér til að kenna okkur hvernig lífið faktist hinum megin, hvernig það í Guðsríkinu. Allt. Við erum hér í einum allsherja skóla. Við erum hér í einum allsherja námskeiði, undirbúningi. Þannig erum við að ganga í gegnum lífið. Og Guð gefa okkur ekki bara Biblíuna sem bók til þess að kenna okkur, því það mikið að leyndardómi eins og ég sagði, og bara dulkóðun að finna þar. Heldur hann gefa okkur Jesú Krist, og hver Jesús Kristur? Hann sá sem kennir okkur að lesa í kóðan, í dulbúna, í leyndardómin, í lífsgátuna. Nú ég kannski orðinn aðeins svo filosófiskur eða eitthvað, ég veit ekki, en ég sjálfur, ég finnst þetta alveg ótrúlega gaman að skoða þessa hlut út í þessu ljósi. Og mér langar að deila því að sjálfsögðu með þeim sem að nenna og vilja hlusta. Ég eiginlega bara áttum ekkert alveg á því að fólk vilji að nenna hlusta á mig tala þessi mál, en ég glaður að svo skuli vera, svo sannarlega glaður að svo skuli vera. Og þeim fjölgar sem að hlusta, svo það gott. Jæja, nú ég búin að taka tími í þetta og á meðan ég að bladra svona, þá náttúrulega förum við frá textanum sem við erum að kafa í og það bráðum liðin hálftími hvort sem þú trúir ég ekki. Ef við lesum vers 8, þá segir svona í 1. kafla Postulasögunnar: Þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munuð verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka jarðarinnar. Þarna Lúkas bara að taka upp þráðinn þar sem að kláraðist munið í lok Guðspjallsins. Jesús ennþá með þeim, hann ekki stiginn upp til himna, hann ennþá að hitta þau, hann að borða með þeim, hann bara að anda yfir það og bjóða þeim að meðtaka heilagan anda. Og svo segir hann þetta skrýtna þrátt fyrir það: þið munu öðlast kraft
þegar heilagur andi kemur yfir ykkur. Voru ekki búin að fá heilagan anda? Jú, en þarna þið munu öðlast kraft. Og það eitthvað sem vert að staldra við vegna þess að það eru sumir, raunverulega faktisk margir, sem að ekki alveg að fatta þetta með heilagan anda og hver láir nokkur manni það. Það lítið talað hann svolítið vegna þess að hann svona heilagur andi, þetta svona, hvað það, eitthvað draugur eða? Það ekkert skrítið, en heilagur andi verkan Guðs á meðal okkar og andi Guðs sem að starfa. Og þessi orðið kraftur, eða kraft, það þýðir úr gríska orðinu dunamis, og það sem við þekkjum á enskunni dynamic, og öflugt og kröftugt og máttugt. Og hér segir Jesús, heilagur andi mun gefa ykkur kraft til að bera mér vitni, til þess að fara út til ystu endumarka jarðarinnar með fagnaðarerindið Guðs ríkið, og án hans verður þetta mjög erfitt. Hann mun hjálpa ykkur, hann mun tala til ykkur, hann mun kenna ykkur og hann mun leiða ykkur. Og verkan heilags anda einmitt þannig, hann sá sem starfar hér á jörð í dag. Hann sá sem að leiðir og laðar fólk til Guðs. Það hans verk meðal annars. Ég get ekki laðað neinn að Guði. Þú getur það ekki heldur, það bara hann. Þegar hann nær að vinna í hjartunum, við getum talað Guðsorð, við getum sagt eitthvað úr Guðsorði, við getum lesið úr Guðsorði, og ef það nær inn í hjartað og einhver segir, vá, já, nú held ég skilja, eða það var snertingu af einhverjum kærleika Guðs eða einhver skilning, þá það verk heilags anda. Þannig að hann gerir það, og þegar við tökum þetta líf og það sem Jesús segði endurfæðumst, eða hann nær og fær að gera nýja hluti inn í hjart okkar, þá það líka verk heilags anda. Þess vegna sagði meðtækja heilagan anda við lærisveinana fyrst, meðtækja þann. Það það sem gerir fólk að kristnu fólki, trúðu fólki, að þeir fá þennan anda Guðs innan með sér og einhvað fer af stað, einhver gerjum byrjar, einhver umbreyting á sig byrjar eiga sér stað innra fyrir. Þetta allt verk Guðs í þér, verk heilags anda. Heilagur andi bara verkan Guðs í þér. Og hann kennir, og hann fræðir, og hann leiðir, og hann opinberar. Og þarna segir Lúkas og vitnar í Jesú, að Jesús hefur sagt, þegar ég farin, þá verið kyrr í Jerúsalem því þið munu fá kraft heilags anda. Þannig kemur ykkur enn eitt viðbót. Sumir vilja meina að kraftur heilags anda í boðun fagnaðarerindisins sé fyrst og fremst að geta gert kraftaverk, læknað sjúka og svo framvegis. Og það vissulega hluti af því. Ég meina, við læknum ekki sjúka eða reisum fólk upp, lamað fólk eða opnum augu blindra eða eyru heyrnarlausra í einhverjum eigin mætti. Guð getur hins vegar gert slík verk, sýndi það í lífi Jesú og hefur sýnt það í gegnum aldirnar í lífi kirkjunnar að slíkir hlutir svo sannarlega geta gerst. Kraftaverk sem ekki hægt að útskýra á neitt mannlegan máta eins og við getum sagt. En vitið þið hvað? Leið og þetta mikilvægt, þá samt eitt sem ennþá mikilvægara í þessum krafti heilags anda til að boða fagnaðarerindið. Og það hefur kirkjan oft farið á misvið. Bara hreinlega mistað, af því að áherslan hefur verið of mikið á þetta að það kraftur Guðs til að gera líkamleg kraftaverk. Lækna sjúka, reisa dauða, reka út illa anda og svo framvegis. Allt þetta mikilvægt og allt þetta hluti af því, svo sannarlega. Án heilags anda ekkert af þessu mögulegt. En hver kjarninn? Páll tekur í Rómverjabréfinu, sem bara bréfið í Biblíunni okkar næst á eftir postulasögunni, þá segir hann svona í 5. kafla, segir býtu nú við, hvar best að byrja?
Ok, við skulum bara byrja strax á fyrsta versinu og lesa svona 4-5 vers. Hann segir, réttlætt af trú höfum við því frið við Guð sæki drottins vors Jesú Krist. Þannig var hann bara að segja, vegna trúar ykkur og þeir eru búin að koma til Krist, samþykja hann, trúa á hann, hafi meðtekja hann og meðtekja heilagan anda inn í líf ykkar til að byrja þetta umbreytingaferli innra með okkur, þá hafur Guð núna sætt þig, eða sætt okkur, skulum við segja, heiminn, segja hann reyndar á öðrum stað, við sig. Við erum dús við Guð vegna trúar okkar. Það réttlætið okkar fyrir trú að hann gerir okkur sátt við Guð. Guð þetta dásalega samfélag sem við getum átt við hann. Og heldur áfram einmitt, hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninu dýrð Guðs. Og þetta kemur eitt af lykilatriðum af hverju Jesús kom og hvað hann var að gera. Hann opnaði dyrnar að náð Guðs. Guð hefur alltaf verið náðugur. Hann var aldrei grimmur, hann var aldrei hefnigjarn, hann var aldrei vondur, hann var aldrei að hefna sín á neinum, hann kastaði aldrei neinum til helvítis fyrir að vera vondumaður eða trú ekki. Aldrei, og hefur aldrei gert og mun ekki gera. Aldrei. Þetta er hluti sem við mun fara í seinna, en einu sem ég vísi til hluti sem við ætlum að fara í seinna, fyrirgefið, það er bara svona, þetta er svo margt, en hann hefur aldrei gert það. Látu það duga núna. Það sem Kristur gerir hins vegar, hann opnar okkur aðgang að þessari náð. Hann leyfir okkur að koma inn og sjá, vá, svona er Guð. Við héldum að vera öðruvísi, við erum búin að mála alls konar mynd af Guði og við erum enn að mála mynd af Guði. Við erum enn að búa til einhverja mannlega myndir Guði, ef einhver myndi gera mér þetta, þá myndi ég bara drepa hann, ég myndi bara lemja hann og ég myndi eitthvað. Þá hlýtur Guð að vera svoleiðis líka. Ef við brjótum gegn honum og við erum ekki sátt við hann, þá bara hefnir hann sín á okkur. Nei, ekkert þessu líkt. Ekkert þessu líkt. Kristur í stóru myndinni opnaði mannkyninu dyr að náð Guðs. Og svo segir Páll, sem við nú lifum í og fögnum. Svo segir hann, en ekki aðeins það, við fögnum líka í þrengingunum. Þar við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur á vonina. Hvað í ósköpunum er að tala um? Ég kom aðeins inn á þetta áðan og við erum eftir að skoða þetta betur í framtíðinni. Við fögnum í gleðinni, við fögnum í náðinni, við fögnum í þessu hvað þetta er stórkostlegt sem Guð hefur gert fyrir okkur í mannkyninu. En við fögnum líka í þrengingunum. Smá pása, hver getur fagnað í þrengingum? Það er ekki auðvelt. En með hans náð og fyrir hans náð og fyrir hans gleði drottins er styrkur okkar, segir í Biblíunni. Það er einhvað í þessu samfélagi Guði náð hans sem gefur okkur kraft til að jafnvel að gleðjast innra með okkur þó við séum í þrengingum. Mannlega séð er þetta náttúrulega bara, hvaða bull er það? Þetta er bara enn vitleysan í Biblíunni. Nei, fólk í dag, og þú getur spurt marga, margt fólk, jafnvel í kringu þig, ég er nokkuð viss að það er ýmsir í kringu þig sem er gengi gegnum erfiðleika, kannski alvarlega sjúkdóma, krankleika, hvað það nú er, og einhvern veginn náð fyrir náð Guðs að hafa frið innra með sér, fara í gegnum þrengingarnar í stóiskri ró, getur við sagt. Allt lífið. Við erum bara í einni stóri kennslustofu hér á jörð og allt í lífinu, allt í náttúrunni er að kenna okkur hvernig lífið í Guði er í andlegu vitinni, svo á jörðu sem á himni. Svo kemur það sem er aðalpunkturinn af því sem ég ætla að segja og tengist postulasögunni með kraft Guðs, eða kraft heila sanda. Hann er búin að veita okkur náð, við fögnum yfir því í gleðinni
og þessari dýrð, þessari fegur sem hann gefur. Við fögnum líka í þrengingunum, þrátt fyrir allt, vegna þess að það að kenna okkur eitthvað, við erum að læra, og þetta verkar á þolgæði gæði okkar, og þolgæði gerum að fullreyndan fyrir hvað? Undir hvað hefur undirbúað þig? Á hverju þarftu ekki að vera fullreyndur? Geti ekki bara, ég trú á Jesú og nú bara fer ég til himna og sest á skýið mitt með mína hörpu. Hvað að hérna? Nei, það er meira í gangi. Sjáðu, hann er að undirbúa okkur öll fyrir eitthvað, og það er hjartalagið í öllum hlutunum, í gleðinni, í sorginni, í þrengingunum, sem skiptir öllu máli fyrir þig og mig, hjartalagið okkar. Hvað erum við að hugsa? Hvað er dýpst inni? Munið Jesús sagði á einu stað, af gnægð hjartans mælir munnurinn. Það sem er í okkur, það er það sem við erum. Og svo kemur það, hlustiði. Ég er búin að nefna þetta, svo segir hann, og vonin bregst okkur ekki, því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur er gefinn. Heilugum anda var úttelt til þess að halda áfram að boða fagnaðarerindið Guðs ríki á jörðum, sama hvað ámundi dynja, í gleði, í sorg, í átökum, í erfiðleikum, í heilsu og sjúkdómum, alveg sama hvort að gangi gegnum. Það er ekki heilagur andi úttelt til að hjálpa með það. Jú, þú getur séð kraftaverkin gerast á eigin líkama, þú getur séð að gerast í öðrum, þú getur séð fólk komast í trúar á stórkostlega máta, þú getur séð alkohólistan og eiturlyfja neytendan losna undan fíkninni, þú getur reist sjúka upp úr sjúkrabeðinu sínu, það getur allt gerst og hefur gerst og er að gerast hér á landinu okkar í dag fyrir verk heilags anda. En hvað er aðalkrafturinn? Hver er aðalmátturinn? Kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjört okkar með heilugum anda sem er okkur gefinn. Heilagur andi er okkur gefinn til hvers? Jú, hitt allt sem ég var að nefna, en til þess að elska. Það er kraftur heilags anda innra með hinum trúaða, að elska eins og Guð elskar. Það getum við ekki í eigin mætti. Það getum við bara þegar hann fær að höndla hjört okkar. Það er hinn sanni kraftur. Engin kraftur er eins mikill eins og kærleikurinn. Það er hinn æðsti, mesti og öflugasti umbreytandi kraftur sem til er. Kæru mínir, ég ætla að láta staðan mig hér og við ætlum að ljúka þessu með bæn, við ætlum að biðja Faðir vor saman, öll þið sem viljið og getið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki og verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef uns í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frels oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.